Góðan dag, góðir fundarmenn. Bjarni heiti ég Pálsson og er teymistjóri í veiði- og verndarteymi. Ég ætla aðeins að drepa hér á nokkrum atriðum varðandi samstarf Umhverfisstofnunar og hagsmunaaðila í veiðum. En veturinn 2010 til 2011 hélt Umhverfisstofnun samráðsfundi hagsmunaaðila í veiðum á villtum dýrum og villtum fuglum á Íslandi. Markmiðið var að fá fram helstu sjónarmið þeirra í málaflokknum til að stuðla að bættri framkvæmd veiðistefnunnar. Það voru nokkur atriði sem komu fram í þeirri vinnu sem að snúa beint að Umhverfisstofnun. Helstu voru lög og reglur, fræðsla, eftirlit, samstarf og rannsóknir. Umhverfisstofnun hefur haft nokkur reglulega samráðsfundi með skotvís og út af því hefur komið nokkur verkefni, svo sem eins og dúfnaveislan, sem er svona til að fá hvati til veiðimanna að æfa skotfimi, sem er klárlega dýravelferðarmál. Góð skítta missir frá sér færri dýr. Við fórum líka í verkefni með þeim sem heitir Láttu ekki þitt eftir liggja. Það svona hvati til veiðimanna að hirða upp eftir sig tóm skothylki. Það er sem sagt ganga vel landið, svona aðeins jákvæðari mynd fyrir veiðimenn. Við fórum líka í samstarf með leiðsögumönnum og leiðsögumönnum með hreindýraveiðum, þar sem kom fram vilji til þess að halda skotpróf fyrir hreindýraveiðimenn. Þetta kom líka fram á þessum samráðsfundi þessum samráðsfundum hagsmunaaðila, þessi vilji til þess að hafa menn sem að hafa skotpróf fyrir hreindýraveiðimenn, sem er náttúrulega líka dýravelferðarmál. Við höfum verið líka í samráði við skotvís verið með svona hvatningarátak fyrir hóflegar veiðar og aðalega þá varðandi rjúpuna, sem að síðan smittar út í aðrar veiðar. En það er náttúrulega forsenda fyrir því að geta haldið áfram að veiða og er að vera með svona sjálfbæra veiðistefnu, sjálfbæra veiðar. Og núna nýlega vorum við með, ég held við ráðstefnu með skotvís rannsóknir og stjórnun villtra dýrastofna. Það komið fram ýmsir voru mörg góð erindi og það má svona svo sjá þau á vef skotvís, þar sem kom út úr þeim ágæta fundi. Það bara þakka fyrir. Takk.